Góðan daginn Sömmul og velkomin á þennan nokkuðverðarfund hönnun í Noregi og með fókus á brunnahönnun eðlilega í þessum hópi. Fyrri fyrirlesarinn heitir Magnús Skúlason og starfar hérna í Verkís. Hann vinnur mikið í norsku verkefnum og hann mun kynna sig sjálfur. Komið sæl. Ég bjóðs að láta mig þetta verkefni hérna vegna þess að ég hef búinn að vera aðeins í Noregi frá þessu mikla hruni sem við lentum í hérna og verkefni minnkuð hérna á Íslandi. Já, ég sem sagt starfa hérna á Verkís við burðarþolshönnun og verkefnastjórnun sem upphaflega frá stofu sem hét Almenna verkfræðistofan hérna í sameiningu 2012-13 að mig minnir og hef verið sem sagt svona síðar ár mikið í Noregsverkefnum. Ég er svona aðeins á hvaða Verkís hefur að gera í Noregi. Þá upphaflega, eða Verkís almenna, þá förum við hérna út 2009 og við erum svona kannski frekar í starfsmannaleigu, frekar en að vera með heilstæð verkefni. Og útibúið opnað í Oslo 2013 formlega. Hafði þó verið skrifstofa hérna frá 2010 en svona formlega opnun var 2013. Verkís hefur tekið þátt í mörgum mismunandi verkefnum, bæði stórum og smáum. Skólar, íþróttahús, sundlaug, leikskólar, hjúkrunarheimilir og íbúðabyggingar. Erum í flugstöðarbyggingu í Stavanger og svo höfum við verið með gassiðjuver og svo erum við í álversbyggingu líka. Það sem ég hef verið að gera í Noregi sem sagt 2009 fer ég í útlegð til Rænesen í Þrándheimi og þar við burðarþolshönnun og mikið í sem sagt rými á uppdráttum og útreikningum. Og frá því að Verkís bætir í og fer að taka mikið af verkefnum hingað heim þá hef ég verið í verkefnastjórnun og burðarþolshönnun. Og svo frá því að lögbundið var sem sagt óháð rýni á hönnun og framkvæmd þá hef ég verið mikið í þeim verkefnum í Noregi. Þetta er það sem ég ætla að fara í gegnum með ykkur. Ég ætla svona aðeins að skoða lögin og reglurnar sem eru í Noregi og aðeins að sem sagt hvað höfum við lært Noregi. Ég ætla að fara aðeins yfir hönnunarfasa sem er í Noregi. Þeir eru aðeins frábrugðið því sem við þekkjum hér. Og svo er það númerakerfi á mannvirkjum. Og svo er þetta sem var það lögum hjá 2013, það er sérst rýni óháðra aðila á hönnun og framkvæmd. Og svo er það kröfur í reglugerðum til menntunar og reynslu þeirra sem að verkefnum koma. Ef við byrjum hérna á smá upprifjun, þá hér á Íslandi eru, eins og flestum við kunnugt þá eru mannvirkjalögin og þar undir kemur byggingarreglugerðin. Og þess að nú svipað háttað í Noregi, þar er plan- og byggingarslóin. Þeir hafa svo valið að skipta reglugerðarverkinu upp í tvo þætti, annars vegar sem heitir forskrift byggingarsag eða sag 10. Sem kallir þetta á lögmáli og svo forskrift teknísk kraf til byggverk eða TEK 10. Sag 10 tekur á reglum í tengslu við umsóknir, leyfisveitingar, ábyrgðarhlutverk og málsmeðferðir og svo framvegis. En TEK 10
fjallar reglur varðandi tæknileg atriði, kröfur til brunavarna, nýtingarhlutfall, aðgengismál og svo framvegis. Reglurnar eru á margan hátt líkar, en svona almennt þá virðist vera sem íslenska byggingarreglugerðin sé ítalegri og oft á köflum mun ítalegri heldur en íslenska. Ef það eru einhverjar spurningar eða komment eða aðeins þá endilega bara komið með það strax. Ég veit að fullt af fólki með ef einhverjar spurningar eða vill leggja undir málsum þá endilega bara grípa inn í. Ég fór í smá rannsóknarvinnu og svona setti þetta hlið við hlið og íslenska byggingarreglugerðin, hún 17 hlutar og SAG 10, svo norski 5 hlutar og TEK 10 4 hlutar. Og eins og sagði áðan þá íslenska reglugerðin mun ítalegri en svo norska í kröfulýsingum og svona að maður geta þess að íslenska reglugerðin 145 blaðsíður á meðan að SAG 10 og TEK 10 samanlagt 80 blaðsíður. Og ég kafaði aðeins dýpra og það sem ég nú verið að vinna mikið með burðarþol og stöðugleika þá það kafli 8 í byggingarreglugerðinni og hann 9 blaðsíður og svo TEK 10 og þetta það sem stendur í TEK 10 öryggi mannvirkja. Þetta sirka þriðjungur úr blaðsíðu eða 3 greinar og 7 málsgreinar í allt, þannig að þarna erum við aðeins yfir. En maður spyrja, norska, vísar hann þá kannski í eitthvað annað í staðinn? Já, þeir vísa mikið, já sko þetta það sem stendur, þeir segja bara í Hannamann í samkvæmt norskum staðli, Júlokóð 1990 og svo þetta einu tilvísun í staðlega. Og svo náttúrulega tilvísun þá í hönnastöðum í aðra staðli sem má fylgja, sko. Nú, það nú brunað fólk hérna inni, þá ákvað ég aðeins að líta á eldvarnarkaflana. Það kafli 9 í íslensku byggingarreglugerðinni. Og hann var það langur að ég gat ekki raða fyrir lið, hann 32 blaðsíður. Í TEK 10 þetta í 3. hlutakafli 11, heitir Sikkerhed við brann sem þar hann 5 blaðsíður. Einhver með mótmæli? Já, ég ætla bara að segja handla VAFTEK sem leiðbeiningarnar svo, ég fer yfir það betur eftir og þá þess að við erum með einum hluta þeim skiptað í 2 skjöl hjá þeim. Já, ég held reyndar að Davíð myndi segja að það væri sko GIBK eða sístu stofnun mannvirkjastofnunar. Þeir gefa út svona vælegir og með vælegum hann 12 blaðsíður. Það sem ég held að Davíð myndi. Ok. En þá svona kannski spyr maður sig, eru kröfurnar hérna og miklar eða einfaldlega regluverkið of ítarlegt? Okkar reynsla í Noregi, ég fer hratt yfir, það var mjög mikið sem að tala en ég fer hratt yfir. Sko, við höfum fundið fyrir því að pappírsvinna í Noregi hún margfalt á við það sem við erum að lenda í hérna. Það eru ríkari kröfur skipulagning og utanumhald í verkefnum. Það mikið af skýrslum og greinargerðum og skýrslur þarf að gera á öllum stigum hönnunar. Kemur að sinna það betur eftir. Það mikið lagt upp úr verkferlum og rýnilistum og hvernig rýni framkvæmt. Og allt það sem fer út úr húsi þarf að rýna að lágmarki á 2 aðilum fyrir utan norsku rýnina. Þannig að það eru 2 faglegir rýnar og svo alltaf 1 tungumálarrýnir. Og það mikla kröfur skjölun og utanumhald. Þetta sé allt saman dokumenterað og vistað
því hlið. Heyrðu, þá eru það hönnunarfærnir og ég ætla aðeins að fara yfir svona aðferðina sem við erum með hér heima, en það er semst það ég verð kannski arkitektahönnun, það er það að framkvæmdaraðilinn, hann finnur sér einhvern arkitekt til að koma með einhverja góða lausn af einhverju hugmynd sem hann hefur, einhverju mannvirki. Og arkitektinn og framkvæmdaraðilinn ræða málið saman og arkitektinn hefur einhvern kostnaðarramma til að hanna eftir. Og hann lýkur sínu verkefni með því að hann skilar annaðhvort inn drögum að aðaluppdráttum eða skilar aðaluppdráttum inn til byggingaryfirvalda og sækir byggingaráform. Og þetta er iðulega áður en að aðrir hönnuðir koma að borðinu. Í flestu tilvikum vil ég hérna aðeins segja, en þetta er svona það sem er praxisinn. Og svo kemur að fullnaðar og deiluhönnun og þá kemur framkvæmdaraðilinn og hann finnur sér einhverja góða ráðgjafa til að aðstofa við fullnaðarhönnun á mannvirkinu. Nú í lok hönnunarfarsans þá er gerð kostnaðaráætlun og ef kostnaðurinn fer yfir það sem að framkvæmdaraðilinn ræður við, þá er byrjað að skera niður. Nú og hönnuðirnir þeir skila frá sér í lok ferilsins uppdráttum, séruppdráttum, greinargerðum og gögnum til viðkomandi yfirvalda. Og svo fer verkið í framkvæmd og það er byggingarleyfi gefið út og mannvirkið er byggt. Og ef einhverjar breytingar hafa orðið á mannvirkinu eða hönnuninni á framkvæmdatíma, þá einstaka breytingar, ekki stór breytingar, þá er oft hægt að fá skilin svokölluð reyndateikningu. Það er reyndar mismunandi milli embætta, þannig að það er ekki algilt. Nú, þá er það norska aðferðin sem við höfum verið að berast við í undanfarna ár. Og það byrjar iðulega á einhverju þarfagreiningu, þar sem að framkvæmdaraðili finnur sér arkitekt til að finna út hvað hann þurfi og þarfagreiningin hún endurspeglar þarfir notans, rýmisstærðir, kröfur og eiginleika sem mannvirki þarf að uppfylla. Og hér skiptir engu hvort mannvirki sé lítið eða stórt. Þarfagreining er alltaf gerð. Allavega við þeim verkum sem við höfum tekið þátt í. Eða við höfum komið inn í verkefni þegar þessu stigi hefur lokið. Nú í næsta stigi sem heitir þá, já ég hef með þetta á norsku hann á hliðina, en hann þýddi þetta yfir á íslenskuna. Það myndum við kalla þá svona möguleikakönnu eða frumathugun. Stundum er þetta 2 stig en svona iðulega er þetta slegið saman. Nú í þessu stigi þá heldur arkitektinn áfram og framkvæmdaraðilinn finnur sér ráðgjafa inn í verkið. Í þessum fasa er arkitektinn í aðalhlutverki og ráðgjafarnir er á hliðarlínunni til aðstoðar, þó mismikið. En þessum fasa hún lýkur iðulega með grófum skissum, greinargerðum og kostnaðarmati. Og í raun og veru eftir hvert fasa sem komið hér líka að þá er framkvæmdaraðili iðulega íhuga hvort hann eigi halda áfram eða ekki. Hann tekur aldrei loka ákvörðun fyrir að forhönnun er komin á forhönnunarstigi. Nú svo förum við í forhönnunarstigi og þá annaðhvort velur framkvæmdaraðilinn að halda áfram með sama ráðgjafateymi eða einfaldlega að skipta því út og koma með nýtt teymi. Þeir halda iðulega áfram með þá lausn sem var ákveðin á fyrra stiginu. Þannig að hér er ekkert sem heitir arkitektin verið að vera öll stigin. Verkkaupi á öll gögn sem eru gerð, hvort sem heitir arkitektauppdrættir eða skýrslur, það er bara í eigu verkkaupa. Og þessum fasa hún lýkur iðulega með því að það sem sagt að arkitektinn
líkur aðaluppdráttum og það eru gerða greinargerðir og kostnaðarmat. Ef að verkkaupi ákveður að halda áfram, þá er farið í svokallaðan rammusafnað sem er þá hliðstætt við það sem er hjá okkur. Eftir hennar fasa er þá farið í fullnaðar- og deiluhönnun og iðulega í síðar hluta þessa áfanga er sótt svokallaða ígangstillaga sem er þá sem sagt framkvæmdarleyfi sem er þá sambærilegt við byggingarleyfi hér heima. Og það er gefið út á þess að hönnun sé að fullu lokið. Það er þannig í Noregi að hönnuðir gefa út ábyrgðaryfirlýsingu á því sem þeir hanna. Þannig að það þarf ekki, mannvirki þarf ekki að vera fullu hannað þegar framkvæmdarleyfi er gefið og má byrja á framkvæmdinni. Já, það er sem sagt, þá fer verkið næst í framkvæmd og þessi tveir fasar eru oft blandaðir saman. Og svo þegar verkinu er lokað og frá því gengið, þá er sem sagt gerð svokölluð rekstrarhandbók eða FDV-dokumentasjón og þá er það eigandi mannvirki sem er ábyrgur fyrir að geyma það. Það er engin yfirvöld sem að taka á móti teikningum eða skýrslum eða annars slíkt. Heldur er það eigandi sem geymir gögn. Sem í okkar tilvikum hefur verið náttúrulega bara opinir aðilar. Nú, okkar reynsla af norsku aðferðinni, það er hún er misjöfn, en það er lagt mikið upp á því að það sé búið að fullmóta mannvirkið áður en að fullnaðarhönnun hefst. Það er farið í gegnum þessi stig til að átta sig á því hvernig það á að vera og svo er farið í fullnaðarhönnun. Á móti því að oft eru mikla breytingar hérna þegar menn komi í lokafasa hérna og tilhörandi kostnaði. Nú, það er mikið af skýrslum og gögnum það er að gera. Og það má nefna til þeim hljóðskýrslur, brunarskýrslur, umhverfismatsskýrslur, jarðtækniskýrslur, orkuútreikningarskýrslur, það eru skýrslur alveg nánast yfir allt. Ég er með hérna svona í kaffinu ef þið viljið kíkja á, þá er þetta svona dæmigerð borhönnunarskýrsla. Ég legg hana hérna og svo er eins brunarskýrsla hérna. Þessi afverkning, þetta er svona að kíkta á þetta. En það sem við höfum verið að lenda í er það að íslenska aðferðin, hún situr ansi fast í mönnum og menn hafa verið komnir í dítilhönnun bara á frumstigum hönnunar þegar menn eiga að vera mótalegri. Og þá á móti höfum við fengið að vita það að teikningar hjá okkur eru oft of ítarlegar. Við erum að teikna of mikið og við erum að binda verktakan oft á tíðum í báða skó. Hann hefur ekkert val. Við erum búin að ákveða allt fyrir hann. Þetta eru athugasemdir sem við höfum verið að fá. Og þá á móti að þá þykir mönnum verklýsingar vera oft innihaldslitlar. En sko munurinn á Íslandi og Noregi er það að verklýsingar, þær eru notað til að vinna eftir. Á meðan að lítið eru verklýsingar hérna heima sem hluta útboðsgögnum, einfaldlega svo verktaki viti hvað hann er bjóð í. Og svo fer hann í framkvæmda, þá liggur hún bara upp í hillur. Það er þetta sem við erum að ítrekka að lenda í, að verktakar hringja og spyrja um eitthvað atriði sem eru útlýst í verklýsingu. Nú, það sem að hönnunarfasin og framkvæmdin, þær eru oft í þeim verkum sem við höfum með, það er blandað saman. Þannig að aðstoð við verktaka er margfalt meiri heldur en við erum að sjá hérna heima. Og iðulega er það þannig að á verkfundum þá sitja hönnuðir og þar þurfa þær að svara fyrirspurnum og útskýra hluti og þá jafnvel ef verktaki vill breyta, vegna þess að það er eins og verktakar í Noregi hafi mikið vald
og geti, ef þeir vilja breyta einhverju þá er yfirleitt farið svo leið. Nú, þá skulum við aðeins fara yfir númerakerfi. En í Noregi er byggingageirinn með eitt heildstætt númerakerfi og það er ekkert hægt að víkja frá þeirri reglu að nota þetta kerfi og allur geirinn notar það. Magnús, þetta er ekki alveg rétt, suma kommunur er ekki að nota byggingakerfi. Já, það er fínt að séu fleiri hérna. En það er þá allavega mælst til þess að nota í flestum verkum. Já, svona Og það er náttúrulega gegnumgangandi í gegnum allt kerfið, sko, en kannski minni kommunur sem að þekkja lítið inn á og er ekki nýta. Nú, kerfið nefnist byggingartabellin og í kerfinu eru byggingarhlutum skipt upp í mismunandi þætti og fá þeir númeri í samræmi við það. Og númerastigin þau fara eftir nákvæmnistigin í hönnuninni hverju sinni. Og það er allt númerað. Það eru uppdrættir, það eru verklýsingar, það eru kostnaðaráætlanir, það eru rekstrarhandbækur. Það er allt saman sem að fær númer samkvæmt þessu kerfi. Nú, kostirnir náttúrulega eru margir og þá náttúrulega fyrst er það að sem sagt byggingageirinn er samræmdur og þetta einfaldar allar yfirsýn kerfi og tækjabúnað sem er merktur samkvæmt þessu líka. Þannig að við myndum halda þá að öll þjónusta á lítjum mannvirkisins ætti að vera einfaldari. Við förum aðeins og skoðum kerfið, þá er það sem sagt fyrsta stigs númeringin og þar eru byggingarhlutirnir, það er sem sagt bygging og það eru lagnir, rafmagn, símar og stýrikerfi, aðrar önnur kerfi og svo er það utan þeirra. Sko stigi 1 er iðulega notað í sem sagt þá fyrir fyrsta fasa í hönnuninni þar sem að grófleiki er mikill og númerin ná yfir sem sagt allan byggingarhlut. Og næsta stig, það er þá notað á forhönnunarstigi þar sem að byggingarhlutunum er skipt enn frekar upp og fá þá tveggja stafa tölu, það er sem sagt það er hérna byggingin almennt, undirstöður, burðarvirki, útveggir, innveggir og svona veis. Þetta er skipt niður í helstu einingar. Og svo á þriðja stigi þá erum við komnir í fullarhönnuna, þá erum við skipt enn frekar. Það förum aðeins tilbaka, 33 eru sem sagt lagnir og 33 eru hérna brunakerfi eða slökkvikerfi. Ef við horfum á það hérna, 33, 332, það er sprinklerkerfi og svo getum við fengið fjórðastafinn ef það eru fleiri en eitt kerfi eða fleiri en ein staðsetning í byggingunni með álíka kerfi. Og sem dæmi á uppdrætti þá er þetta kerfismynd sem sýnir slökkvikerfið og í teikningahausnum er númerið 332. Þannig að raun og veru er ekki þörf á að lesa þennan texta hérna. Þegar þú ser hérna 332 þá veistu að þetta er að sýna byggingakerfið. Og á uppdrættinum hérna þá sjáum við að, eða kerfismyndinni, þá er sem sagt eru númer á öllum hemlum og þýðingum og hvað þetta heitir allt. Og það fær þá þetta 332 á undan og svo fær það númer á hemlinu. Og nú er ég með Björn hérna til aðstoðar en ég myndi gera ráð fyrir það sem sagt
viðvörunarkerfi sem ætlar að forrita í samræmi við þetta númerakerfi. Þannig að þegar einhver viðvörun kemur þá gefur hann upp þetta númer. Já, Er það rétt hjá mér? það kemur sem sagt þá númer fyrir aftan þetta, bandstrik og þeir eru með svona blöð sem að segja til þessi reikskinnari, hann hefur bara 2 bókstafi Já. og svo kemur númer sem að nota þá númeri sem að brunastöðin býður upp á. Það er Já, svona ok. svona hlipandi númer og þetta er í gegnum allt og það eru búin að rafmagnstengil, hann heitir einhverjum 5 bókstöðum Og þessu númer. og síðan eru númer fyrir það. Þannig að allt þetta er orðið samræmt. Þannig að menn þurfa ekki að læra á mörg kerfi, heldur bara þá eitt kerfi í gangi. Já, þá er það sem sagt þetta sem var lögbundið í Noregi árunum 2012-2013 sem heitir rýni ótengds aðila eða uavhengig kontroll. Þetta hefur lengi í olíubransanum í Noregi og væntanlega hafa það sett þetta inn í byggingalöggjöfina vegna byggingagalla og þá er þetta ekki góðarinnu þar sem það er mikið að gera og allt verður að byggjast hratt. Og krafan í reglugerðinni er einfald, allt það sem þarf byggingarleyfi fyrir þarf að fara í gegnum rýni. Hversu stórt eða smátt sem það er. Nú, það er skýr krafa í reglugerðinni að sá sem rýnir, hann sé algjörlega ótengdur þeim sem hann rýnir. Og það er, menn skrifa undir semst ábyrgða yfirlýsingu það. Það sé engin tenging þarna á milli. Nú, rýnin er tvenns konar, það er annars vegar hönnunarrýni og svo er það framkvæmdarrýni hins vegar. Og í reglugerðinni er krafa að brunahönnun sé rýnd, jarðtækni, burðarvirki og eldfræðibygginga og svo er það votrými. En votrými eru bara í íbúðarbyggingu. Nú, rýnin er tvíþætt. Það er annars vegar að rýna það gæða kerfi sem að viðkomandi verkefni unnið eftir og þá er verið að skoða verkfyrla, það er verið að skoða rýnilista og því hlut. Og í hönnunarrýni þá er verið að rýna útreikning, það er verið að rýna forsendir, það er verið að rýna uppdrætti, mismikið þó. Og svo er rýni á framkvæmdunni sjálfri og þá er verið að rýna sem sagt hvort að verktakinn hann sinni sínu eigin eftirliti. Og það er sem sagt og er hvort að hans rýni passi við það sem var að sjá á verkstað. Það er mikið lagt upp á þessu að þetta sé eins og öllu sé sinnt á réttan hátt. Nú, oft eru menn ekki sammála hvenær rýnin á að fara fram en reglugerðarverkið segir að sem sagt brunahönnun, rýni á brunahönnun verður lokið áður en að framkvæmdaleyfið er gefið út. Þannig að verktakinn fær ekki að byrja fyrir að yfirferð á þeim þætti lokið. Nú, öðrum þáttum að voru lokið